Sæl, hlustendur góðir, þetta útvarpsþátturinn Listadögurður. Útvarpsþáttur listir og menningu. Fyrsti gestur okkar í kvöld Sigurður Halldórsson, tónlistarfræðingur. Vertu ævinlega velkomin, Sigurður. Já, takk að þið fyrir. Nú ert þú tónlistarfræðingur. Já. Hvað það? Það eru svona menn eins og ég sem eru fræðingar í tónlist, eru með gráðu í tónlistarfræði, yfirleitt miðað við kandídatspróf til þess að geta titlað sig þetta, en ég doktor. Já. Nú varst þú nýlega að verja doktorsritgerð þína við tónlistarfræði við Tónlistarháskólann í Porto Rós. Já, jú. Þú setur fram í þessari kenningu byltingakenndar hugmyndir tónlist, sögu hennar og þróun í aldanna rás. Já, jú, það passar, það má segja það. Út á hvað gengur það? Jú, sjáðu til, ég hef verið að framkvæma að var viðamiklar rannsóknir og mælingar á tónlist og tónlistarsköpun allt frá miðöldum til vorra daga til að athuga hvort ekki sagt að finna eitthvað sameiginlegt þessari tónlistarvitund mannskepnunar. Maðurinn sker sig frá öðrum dýrum, meðal annars að því liti að það spilar á hljóðfæri sér til skemmtunar. Jú. Já, og sem rannsóknir mínar beindust að ég leita að leifum einhvers sammannlegs þáttar í allri tónlistarsköpun síðari alda. Já, og hefur svo leið borið einhvern árangur? Já, ég raun má segja að komist að því að öll tónlist sem samin hefur verið undanfarin 300 ár sé sama lagið. Sama lagið? Já. Öll tónlist með sama laginu þá, mennur þú? Nei, ég meina að öll lög sem hafa verið samin eru í raun aðeins tilbrigði við sama lagið, bara tilbrigði við stef, svo að segja. Já. Ó Nikkolína. Fyrirgeðu? Ó Nikkolína. Ó Nikkolína, fyrirgeðu, ég skilði þið ekki. Það er lag? Lag? Já. Ó Nikkolína, elskar alla kærastana sína. Já, ég þekki lagið. Já, það er lagið. Hvaða lag? Sem öll lög eru. Fyrirgeðu, ég bara alveg búin að missa það. Öll lög í heimi eru bara lagið Ó Nikkolína. Öll lög í heimi? Já. Ó Nikkolína? Já, eða, já. Alveg upp úr og niður úr? Já, allt frá Gamla Nóa og upp í 9. sinfoníu Beethovens. Ertu að reyna að segja mér að 9. sinfoníu Beethovens sé í rauninni bara Ó Nikkolína? Já, alveg rakin stuldur. Bam 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 babara bara bara bam bam. Heyrðu ekki? Nei, ég get ekki sagt að ég kveiki á þessu svona með þetta sami. Ekki? Nei. Svo til dæmis stóð ég út í Tungsljósi. Hæ? Stóð ég út í Tungsljósi, það er líka bara... Stóð ég út í Tungsljósi? Já. Ó Nikkolína? Já. Og stóð ég út í Tungsljósi og stóð ég út við skóg og stóri komu skararnir af álfum var það nóg og blésu þeir á sönglúra og bar þá að mig skjótt og bjöllurnar þeir gullu og heiðskýrin og... Sigurður. Heilsaði hún mér, drottningin og hlóa mér leið, hlóa mér og hleypti hestinum og skeið. Sigurður. Beint á skeið. Sigurður, af hvaða vittlausra spítala slappst þú eiginlega? Ég, engum. Hvernig óskopunum tókst þér að smygla þér inn í þennan þátt? Ég bara, það var maður sem bað mig að koma í viðtal. Maður? Já. Hvaða maður? Það var bara maður, ég hef aldrei séð hann áður. Viltu koma þér út úr þættinum mínum? Menningarsnauði grindvíkingur þinn. Hey, ég er úr höfnum. Verstu úti? Herðu, þú ert nú bara eitthvað klikkað. Herðu, ég keyri þig. Jæja, ég biður hlustendur velvirðingar á þessum mistökum sem urðu vegna bilunar. Þessi maður var greinilega alveg snarbilaður. En næsti viðmælandi minn úr allt annarri átt, en það er Jón Þórsson, arkitekt. En hann hefur teiknað og hannað athyglisverða byggingu sem hann er að reisa upp á Esjunni. Og þessi bygging myndi gerbreyta útliti hennar, en það athyglisverðasta við þessa byggingu er samt að hún þjónar ekki nokkrum tilgangi. Og auk þess er hún eins og höfundur hennar kemst að orði hommaleg. Velkomin, Jón. Þakka þér fyrir.